Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir framganga í lögmáli Drottins. Sælir eru þeir halda reglur hans, þeir leita hans af öllu hjarta. Kæri áhorfandi, þetta myndband samansafn af versum boðorðin í Biblíunni. Við viljum deila þessum boðorðum með þér, því að þau eru þarna okkur til heilla og opinbera umhyggjusaman Guð sem þráir velgengni okkar og hamingju. Í leiðinni viljum við beina athygli þinni að Biblíunni og þeirri stórkostlegu sögu sem þar að finna. Þótt tungumál Biblíunnar sé gamalt, auðvelt að heimfara orð hennar yfir á líf nútíma mannsins. Vonum að þessi orð mættu vera blessun í þínu lífi. Því að þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Hann svaraði honum: elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Vissir þú að boðorðin 10 eru nánari útlistun á boðorðunum tveimur, að elska Guð og náungan. Boðorðin 10. Boðorð 1. Ég Drottinn Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Boðorð 2. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér, né nokkrar myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær, því að ég Drottinn Guð þinn vandlátur Guð, sem vitja misgjörða feðrana á börnunum, og í 3. og 4. lið, þeirra sem ég hata, en auðsýni miskunn þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Boðorð 3. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guð þins við hégóma, því að Drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggja nafn hans við hégóma. Boðorð 4. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur, helgaðu Drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þjónn þinn eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Boðorð 5. Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verður langlífur í því landi sem Drottinn Guð þinn gefur þér. Boðorð 6. Þú skalt ekki morð fremja. Boðorð 7. Þú skalt ekki drýja hór. Boðorð 8. Þú skalt ekki stela. Boðorð 9. Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum. Boðorð 10. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þjón hans eða þernu, ekki uxa hans eða asna, né nokkuð það sem náungi þinn á. Vissir þú að lög og boð Biblíunnar má skipta í 4 flokka? Í fyrsta lagi siðferðislög eins og boðorðin 10. Í öðru lagi borgaraleg lög, til dæmis tengt stjórnsýslu Ísraels þjóðar til fórna. Í 3. lagi lög tengt trúar og fórnarkerfi gyðinga. Í 4. lagi hagnýtar lífsreglur, til dæmis boð í bréfum Nýja testamentisins. Biblían segir að siðferðislögin séu algild og bindandi, en lög og boð tengt stjórnsýslu og trúarkerfi Ísraels þjóðar og síðan frumkirkjunar voru bundin við menningu þess tíma, en geyma þó mikilvægar meginreglur sem eiga erindi til allra kynslóða. Frá orðum Jesú. Ég hef elskað yður,
eins og Faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verið þið stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð Föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Ef þú vilt ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Vissir þú að hefðir og lögtengt fórnarkerfi gyðinga voru lögð niður við krossdauða Jesú Krists? Þetta má lesa í spádómum Galatestamentisins sem sögðu fyrir líf og frelsunar áform Jesú og einnig víða í Nýja testamentinu. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra á henni búa, því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Syndin lögmálsbrot. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. En Guð auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð þér hólpnir orðnir. Sjá, ég kem skjótt, og launin hef ég með mér, til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga inn hliðin, inn í borgina. Gjöf handa þér. Bjóðum þér að gjöf bókina Vegur undir Krists eftir Ellen G. White. Sendu beiðni þína á netfangið boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 555 7676. Ef þú hefur spurningar efni þessa myndbands, hikað ekki við að hafa samband.